Og í þetta sinn erum við staddir hér á Bergstaðastræti og höfum fengið fylgdarmann sem gagnkunnugur þeirri ágætu götu. Það Jón Haraldsson, arkitekt, en hann borinn og barnfæddur við Bergstaðastræti og kominn raunar aftur heim í sína gömlu götu því hann fluttur aftur í það hús þar sem hann ólst upp, sem syðst í Bergstaðastrætinu. En við erum nú staddir hérna einmitt við hinn endan á Bergstaðastræti sem þetta löng og mikil gata eins og öllum kunnugt og hún breytir allmjög svipmót. Hér næst miðbænum eru gömul hús, timburhús, járnklædd að vísu, en þegar dregur sunnar í götuna þá taka við ríkmannlegar villur með vel hirtum trjágörðum í kring. En Bergstaðastrætið nokkuð gömul gata, hennar mun fyrst getið 1860 ef mig misminnir ekki, og þá mun fyrst hafa verið gert ráð fyrir götu á skipulagsuppdrætti í Reykjavík. En síðan hefur hún nú teygt heldur betur úr sér og síðsti endi hennar miklu yngri. En við erum hér sem sagt staddir við þann enda Bergstaðastrætis sem næst miðbænum og hér Jón Haraldsson, arkitekt, við hliðina á mér og hann ætlar að rifja upp sín kynni af götunni. Þú munt nú kunnugur öllu Bergstaðastræti, Jón, þó þú hafir alist upp þarna syðst í götunni. Þú hlýtur að hafa gengið þessa leið bæði í skóla og svo niður í bæ. Jú, að vísu nokkuð. Þó má nú segja fremur að maður sé kunnur í að sjálfsögðu sér í hlutanum þar sem maður borinn og barnfæddur. En eins og þú gast réttilega þá Bergstaðastrætið töluvert langt og að okkar viti sem sunnar búum einhverjum í annan endan. Og það sá endi sem að við í raun og veru erum á núna. Gárungar vildu nú upp á standa á tíma að Bergstaðastrætið næði frá Njarðargötu út að Barónsstíg, en hins vegar héti það Bergstaðastígur aftur hér norðanverðu við Njarðargötuna. En jú, vissulega hefur maður nokkur sinnum plompað þessa götu. Þetta jú eiginlega leiðin niður í miðbæ. Og það sem við erum staddir núna, já, vissulega þekkir maður til þessa hluta götunar. Hérna stendur sem útvörður okkar Bergstaðastrætis og stígsbúa gagnmerkstofnun og fyrirmannleg sem tukthúsið. Þó mun það nú teljast til Skólavörðustígs og vera númer 9 að mig minnir, eða ekki svo? Það alveg hárrétt held ég, Skólavörðustígur 9, frægur í bókmenntum og listum, og ekki síst í listum og ekki síst fyrir þá sem hafa það dvalið lengra eða skemmri tíma, einkum á þeim árum þegar að menn urðu að sitja af sér drykkjuskaparsektir við öku faratækja vélknúina, eins og okkur öllum menn kunnugt þegar menn borguðu, heldri borgarar borguðu þeim sem minna heldri menn voru fyrir að halda sér út úr selónum vegna þess að þeim leiddi selskapið, eins og hún heyrst talað menn þeir sátu við bridge og slíka iðju. Nú en sem sagt þetta tilheyrir náttúrulega fyrst og fremst Skólavörðustígnum þó að það jaðri við Bergstaðastrætið. Annars ber ég nú ekki svo glögg kennsl á þessi hús hér í kring. Þetta eins og þú sagðir gömul og margs konar hús. Þó minnist ég þess að hér á horninu á Skólavörðustíg við mun hafa staðið Bergstaðir, sem ég held ég fari rétt með að hafi verið rifnir, nokkuð var það ekki gamla steinhúsið hér sem að gatan ber nafn sitt eftir.
Nú förum við áfram innar, þá var aftur austangötunar timburhús sem mér kemur upp í huga minningum að hafi verið kaffistofa, var það ekki Stebbakaffi eða Stefánskaffi? Jú, Stefánskaffi hét það og var þarna það sem nú eru seld rúmföt á unga börn. Já, og ekki ósennilega kannski unga börn þeirra sem áður tíðkuðu þetta kaffi. Ég minnist þess að þetta var sérstaklega prúðmannlegur maður og elskulegur í allri framgöngu og hreinlegt var talið heldur þarna inni og hann gætti aga í hvívetna, en það var hins vegar vinsæll staður síðkvölda fyrir unga skóladrengi sem voru farnir að kynnast lífinu að setjast þar út í horn og fá sér það sem var kallað bland, var það ekki á þeim árum? Jú, þetta mun hafa verið á þeim árum þegar að áfengislöggjöfin var eitthvað öðruvísi en núna og áfengir drykkir flóðu ekki eins frjálslega hér á veitingahúsum. Nei, mikið rétt, og líka á þeim tímum sem að æskan neytti þeirra í hófi og af þroska. En aldrei lét Stefán þetta viðgangast að slíkt væri haft hönd að hans viti þarna inni. Nú ef við höldum svo áfram, þá komum við, það hefur rifið töluvert af þessum húsum og svona steinkumbaldar risið upp. Ekki bar ég nú kennsl á það fólk sem bjó í þessum húsum fyrr en við komum öllu sunnar. Já, hérna stóð fyrrum merkt hús og sögufrægt og var kallað Brenna. Þarna bjó Helgi Brennu, sá kunni atorkumaður á sviðum íþróttarhreyfingar að mér skilst, ef ekki fleirum. Og ferðamála. Og ferðamála almennt. Ég minnist þess ungur sveinn að, já, í raun og veru ekki einungis ungur sveinn, heldur þegar ég var farin að vaxa lítið úr grasi. Eða réttara sagt í 20-30 ár, þá voru þau hér á ferli gjarnan arm í arm, Helgi frá Brennu og hans unnusta sem að hann var trúlofaður jafn lengi. Nú, öndvert Brennu stendur hátt og reisulegt hús, steypt. Þar bjó Árni alþingismaður frá Múla með sínu merka fólki öllu, þeim Múla bræðrum og systrum. Það húsið það sem Bernhöfts bakari í kjallaranum. Já, var og í enn þann dag í dag. Nú, hinum megin við spítalastíginn að austanverðu stendur svo lágreist hús með tilhneiginga til mansardþaks, rauðmálað. Ekki þori ég að fara með hverjir hafa byggt þetta hús eða íbúið, en síðari árin hefur hinn merki menningarfrömuður og listvinur Guðmundur Árnason, sem kenndur við ramma og jafnvel hárvöxt eða skort á slíkum, haft þar listmunaverslun og gagnmerka rammagerð sem alþjóði mun kunnugt vera eða verða eftir því sem umskipti hans og viðskipti aukast. Þarna hefur gjarnan verið vinsæll samkomustaður listamanna, en eins og allir vita þá var Guðmundur mjög listelskur maður og eins og afkomendur Árna Þórarinssonar séra hændur af kveldskýrs íþróttum andlegra sem líkamlegra. Þarna hafa ýmsir komið. Ég minnist þess eitt sinn að þar var, ég held ég færi rétt með á Þorláksmessu, nokkur gleði, þar voru samankomnir. Ég minnist 2 eða 3, gott ef ekki arkitekt og hagfræðingur sem nú mun dveljast í Evrópu á vegum íslenskrar þjóðar. Og var nokkur háreysti, hvort að nú vegna þess að einhverjir veigar voru á lofti hafðir til minningar heilögum Þorláki eða ekki, þó er ég nú ekki að fara með, en háreysti var nokkur þarna svo kvartanir bárust frá efri hæð hússins, en þar munu húseigendur búa. Nú, við fengum 2 eða 3 slíkar aðvaranir,
en ekkert dugði því kapp tók að færast nokkuð í samræður og í lokin hótaði hinn ágæti húseigandi að kalla við á löggæsluvaldið ef ekki myndi leikur hægjast nokkuð og við látum gott heita en ekki minnist ég þess að nokkuð hafi hægt leikinn utan hvað að allt í einu birtist þar í dyrum ágætur listmálari norrlenskur skapmaður mikill fríður sínum og skemmtilegur og hann hafði rétt gengið í salinn þá upp hrundið dyrum og inn þeysa 4 fíleldir lögreglumenn með alvæpni og hafði þá húseigandi látið á hótun sinni. En það skiptir engum togum að þeir grípa hinn blásaklausa og sjenerandi edrúa norrlenska listmálara í í raun og veru skrjáfandi þurran og allskáðan með öllu. Hefja hann á loft og bera á götu út. Nú þeir setja hann niður þegar komið út á götuna og við reynum að semja við þá og taka samningar að þann vega við fjarlægjum manninn og förum með hann í annan bæjarhluta og þá skuli þess sleppa honum. Nú vildi viðkomandi uppástanda að hann hefði nú þekkt þann sem hélt undir hægri handlegg, hann hefði verið að norðan úr Eyjafirðinum svoleiðis að hann hefði nú getað bjargað sér út úr þessu. En þarna í raun og veru sérmaður hversu ósanngjarnlega kann að vera farið að mönnum eða hafa getið sér gott orð fyrir sérskaplegheit og hafa það. Já, þetta var mikil menningar miðstöð og enn þrátt fyrir það að þarna oftast skilti í dýrónum kem eftir 5 mínútur en þetta nú raunar hangir þarna stundum vikum saman að því fróðir menn sem hér eiga leiðum segja mér. Og ef við röltum nú aðeins lengra til suðurs í góða veðrinu eftir Bergstaðastræti og þá erum við komið hér á móts við húsið númer 19 þar sem skilti uppi og stendur Bólstrun Kristjáns Þorleifssonar sýnist mér. Kannastu við þetta hús, Jón? Jú, og af góðu einu. Hér bjó og starfaði að vísu einungis síðari ár gagnmerkur borgari Elías Hólm. Hann bjó á efri hæð hússins, gengið inn tröppur bakdýri megin ef ég man rétt en innan gengt aftur niðri í verslunina þar sem hann hafði barnavagna verslun og þótti okkur hér við Bergstaðastrætið mikil fengur í að fá þann ágæta mann hingað í plássið. Nú virðist þú talsvert kunnugur húsaskipan þarna inni, segja mér ekki hefur þú verið að gera þér ferð til hans oft til að kaupa barnavagna? Nei, en áhugamál manna nú svo margvísleg eins og mennirnir og það var eins og þetta hús hefði alltaf eitthvað aðdráttarafl fyrir ekki einungis okkur sem byggum hér í Bergstaðastræti heldur ýmsa aðra og þetta voru raunar ljómandi barnavagnar og góður fagur hlutur ræti lindis, það ekki? En ægjum við þá ekki að rölda áfram. Nú gengt Elíasi Hólm og þó nokkuð sunnar á horni Bjargastígs og Bergstaðastrætis eru númer 24 og 6 lítil steinhús heldur lágreist en í þeim mælikvarða sem var mjög tíður og venjulegur hér í Reykjavík þau voru ekki svo geipi stóra að flatarmáli þessi hús og ekki svo ýkja margar hæðir en höfðu eitthvað í skalanum sem að manni finnst rétt og manneskjulegt og það ekki síst fyrir tilvist þessara húsa sem fallegustu hverfi mörg
bæjarins hafa þennan þokka sem mörgum hugleikin. Þarna í þessum húsum bjó Einar kólakaupmaður sem kunnur og ágætur borgari á sínum tíma, ekki síst fyrir að hann átti merð fegurra dætra. Hvort þær voru 7 eða 9 þori ég ekki að fara með, en 2 syni átti hann að auki. Nú, þá við höldum ennþá áfram sunnar, sjáum við prestsmiðju Jóns Helgarssonar sem eftir herrahús og eldra, en hér víxlast aftur á gömul timburhús Bárujársklædd og hærri steinhús Úlftímahúsið sem byggt var af myndarskap af Kristjáni Úlftíma á sínum tíma, og síðan Hótel Holt sem stendur austan megin og mörgum munn af góðu kunnugt. Nú, byggðin nokkuð svipuð suður eftir héðan frá, mismunandi háreist hús og skiptast hér á eða Bárujársklædd timburhús og steinhús, en skalinn heldur vinalegur og lifandi, og einstaka tré sem til ára sinni eru komin hér inn á milli með tilheyrandi bárujárnsgirðingum og skúmaskotum og krókum sem börn auna sér vel í, eins og kunnugt er. Hérna á horni skammt frá Hótel Holti minnist ég fari ég rétt með ungra sveina sem að eitt sinn í æsku sinni, frumæsku nánast, settu rjómaköku inn glugga á bak konu sem stóð þar inni, og var þeim sjálfsögðu eftirsjá mikil í rjómakökunni, en freistingin var mikil þá, eins og kannski ofta síðar. Og þú hefur náttúrulega ekki átt neitt þátt í þessu ef ég þekki þig rétt? Nei, ekki vildi ég segja það, og nema kannski síður væri. Og nú erum við komin suður að Njarðargötu og hér verða nokkur kapítulaskipti í Bergstaðastræti, og að baki okkar eru flest þessara gömlu vinalegu timburhúsa sem Jón lýsti áðan, og nú fer að fækka húsunum en verða lengra bil á milli þeirra. Þau eru heldur ríkmannlegri og stöndugri, sjónlega reist seinna þegar efni voru meiri með þjóðinni. En hér skulum við staldra við aðeins á mörkunum þar sem nýrri tíminn tekur við af þeim gamla og gefa Jóni orðið. Nú, fyrst væri að geta þess hús sem sem vestan götuna stendur, sem í raun og veru við að bera af hvað stærð og allt ytra útlit snertir af öllum öðrum einbýlishúsum. Þau hús tilheyra að vísu Laugaveginum, en við sjáum bakliðarnar, það eru sem sé Sturluhallirnar sem Sturlubræður reistu á sínum tíma og bjuggu hlið við hlið sitt í hvoru húsi. Það var vissulega töluvert stórt yfir þessum byggingaframkvæmdum þar sem þeir byggja slíkar hallir hvor fyrir sig og búa hlið við hlið í þessum höllum sem núna nægir annað þeirra sendiráði breska heimsveldisins, en hitt stærsta barnaheimili Reykjavíkurborgar, Laufásborg. Nú, og hér austan við götuna, gegnt þessum stóra kastala, þá hús sem lætur heldur minna yfir sér. Það ekki nema 3 gluggar á því götumegin, og það eru blæjur fyrir öllum gluggum eða gardínur rúllaðar niður, og húsið heldur ókræsilegt. Kannastu við þetta hús, Jón? Geturðu sagt okkur nokkuð deili á því? Já, mér þetta töluvert minnistætt hús, ekki vegna hússins sjálfs sem slíks, heldur þeirra starfsemi sem átt sér stað þarna
þá ég ungur sveinn var. En þarna byrjaði, ef ég fari rétt með, kittabúð sína starfsemi. Það gangmerka fyrirtæki. Og þótt ekki sé það stórt, þá voru umsvifin mikil í þessari verslun og þetta var vinsæl verslun. Og einhver mér og ýmsum sem ólust upp í þessu hverfi, þessi verslun hugleikinn vegna lipurðar þeirra sem afgreiðslumenn og eigendur sýndu við smá snáða. Ekki einungis að maður minnist jóla, ávaxtana sem komu þá og voru nú ekki sérstaklega tíð í verslunum á þessum árum milli 1930-40 eða mitt í kreppunni. En þó var þessi verslun alltaf full af ávöxtum og ekki get ég fundið ávaxtarlykt án þess að minnast jóla síðan. En eins og ég gat þá voru einstaklega liprir og góðir eigendur og afgreiðslumenn þarna. Geiri sem við kölluðum, Ásgeir held ég hann við heiti, þóra nú ekki að fara með það. Hann átti það til að láta okkur fá jafnvel 3-4 tveggjöra stykki fyrir 2 aura og minnkuðu ekki vinsældir hans við það. Það slík lipur í viðskiptum sem ég hef alltaf dáð síðan og mætti meira vera af og á fleiri stöðum. Við höldum áfram göngunni en þá sunnar eftir Bergstaðastrætinu þar sem stóru vilirnar taka við. En þó hér eitt hús í götunni sem heldur sker sig úr og ætti raunverulega eftir útlitun að dæma heima í hinum enda götunar. Það rétt með farið. Þetta lágreist hús, timburhús, bárjársklætt eins og þau sem við höfum talað áður. Þetta mun heita Bergskot og þá sennilega upprunalega verið nokkurs konar hjáleiga frá Bergsstöðum aftur neðar. Þetta hús hefur, eins og þú segir, annan blæ heldur en hinn húsin, því af landi þessa hús eða Bergskot munu hafa verið seldar lóðir til nærliggjandi húsa og þetta hús mun eldra heldur en öll önnur hús hér í hverfinu. Þau hafa í fyrsta lagi verið byggð eftir á öðrum forsendum eða rétt eftir öðru skipulagi. Hérna komið reglulegt skipulag á lóðir og byggt nokkuð á sem við köllum hafibý eða garðbæja skipulaginu sem frá Englandi og Noregi mun vera komið. Þetta ekki íkjastóra lóðir, húsin eru ekki íkjastóra grunnflöti, þau eru gjarnan þetta 80 fermetrar á 2 til 3 hæðum, yfirleitt á 2 hæðum með kjallara. Þau eru engin þeirra bein eftirmynd annars. Þau eru margbreytileg í útliti. Þetta mun hafa verið áður heldur en Íslendingar fluttu inn þessa nýju bílskúra stefnu sína í arkitektúr sem að tíðkast nú í dýrustu hverfum með breiðum timburkanti. Þessi hús eru öllum stærðum eða öllum eru ólík í formi, ólík í lit og gefur þetta hverfinu nokkuð skemmtilegan blæ. Það er á svipuðu kerfi sem að sólvellirnir eru skipulagðir, en þó vegna halla holtsins þá njóta húsin sín betur og garðarnir bæði gagnvart götu og sól. Og ef við víkjum okkur nú jafnvel inn í eitthvert húsið og skyggnumst þar gáttir, þú munt vera kunnugri hér í þessum enda götunar eins og við gátum áðan Jón, og vildir segja okkur eitthvað frá íbúum þessarar götu það bil sem þú varst að alast upp og hvernig þú kynntist þeim. Á sunnar bjó hér og býr
Haraldur Nordal, tollvörður og stórtemplari, ágætur maður eins og allt það fólk, þó ég veit ekki hvort hann hafi haft erindi sem erfiði í sínum hugsjónamálum hér í götunni. Annars var þetta mjög síðbrútt og gott fólk og jafnvel til fyrirmyndar. Þá bjó Lárus Ingólfsson í næsta húsi þar. Þau systkini nokkur. En sunnar stóð Ingólfshús, færi ég rétt með. Neðar í lóðinni, nú risið þar nýtt hús. Það var Happadrættishúsið kallað. Og ég minnist þess að mér var sagt hér ungum að það var efnt til Happadrættis. Ekki þori ég að fara með hvort það var fyrir háskólan eða einhverja mannúðarstarfsemi, eða var það út af Ingólfsstyttunni. Ég ætla að það hafi ekki verið Ingólfshúsið þess vegna. Og ekki þori ég heldur að fara með hver sá ráðamaður var sem hafði með þetta að gera eða vinningin hlaut. En svo vildi til að sá sem var aðal hvatamaðurinn og stóð fyrir þessum fyrirtæki, hann vann húsið. Og þar sem almenningsálit var ekki síður áhrifamikið þá en nú, þá þótti hans sóma síns vegna að hann ekki geta verið þekktur fyrir að taka við vinningnum svo hann lét draga aftur. Og óneitanlega þá hafði þetta mikil áhrif á mig, mann ég, og stundum læðist þessi saga að mér þegar maður sér embættismenn gæta sóma síns í hvívetna og misnota ekki aðstöðu sína. Og nú erum við komnir í syðsta hluta Bergstaðastrætis frá Njarðargötunni og að Barónsstígnum. Og það er nú eiginlega þetta hverfi sem þú myndi vera kunnugastur, Jón, því að hér myndu hafa slitið barnaskónum eins og það heitir. Hvaða íbúar eru þér nú einna minnistæðastir í þessum húsum hér í grendinni? Það er nú í rauninni nokkuð erfitt að segja hverjir, því öllum var mann nokkuð kunnugur. En hér bjó margt merkis manna og kvenna sem of langt eru upp að telja. Þó gætum við nefnt til dæmis eins og Ásgrím Jónsson málara og Jón Stefánsson málara sem bjuggu í tvíbýlishúsi hérna vestamegin. Kynntustu þeim nokkuð sjálfur í þinni bernsku? Satt að segja ekki þetta ráðið. Þeir voru svona heldur dularfullir í augum okkar krakkana. Þeir voru nú báðir heldur einrænir menn eftir sem eru skilist og blönduðu ekki svo geði við sitt umhverfi. Þó minnist ég þess að sem smá stráklingur þvældist maður nokkrar sinnum inn á málarastofuna hjá Ásgrími og hann var nú okkur krakkur svona heldur blíður, en ekki get ég sagt að nokkur kynni hafi tekist með honum eða neinir málarar hafi upprisið af þeim orsökum hér í hverfinu, nema þá síður veri. Því hafið heldur fælst málaralistina? Eða fylgst slíkri ofurlotningu fyrir þessu merkilega, þessari listgrein. Nú annars bjó hér margt góðra borgara. Hér bjó meðal annars Guðmundur heitinn Vilhjálmsson, forstjóri Eimskipafélagsins með fjölskyldu sinni stórri og Tór Vilhjálmssyni sem kannski kunnustum þeirra systkina rithöfundi. Ég minnist þess að það voru ein fyrstu kynni mín af reiðmennsku sem tómstundagamni að alla sunnudagsmorgna minni mig var mættur hans bílstjóri fyrir utan liðið og með tvo gæðinga og síðan riðu þeir suður götuna í útreiðartúr fyrir matinn. Bílstjóri segi ég, en það var ekki almennt með bíla á þessum tímum eins og kunnugt með vera.
ég minnist einungis annars bíleiganda hér í götunni. En þetta var reiðhjóla tíminn í íslensku þjóðlífi og minnist þess meðal annars að einn ágætur nágranni hér í götunni hjólaði ætíð til vinnu sinnar eins og ýmsir aðrir og við krakkarnir gátum tekið eða tókum eftir í einstaka sinnum að leigubíl og þá sennilega frá Steindóri kom heim meðan úr vinnunni og tók þá út reiðhjólið úr skottinu á bílnum og þá vissum við að hann hafði staðið í einhverjum opinberum móttökum eða slíku. Og þetta var annars friðsælt líf hér og indælt, það var alltaf sól á þessum árum eins og allir vita sem muna sína bernsku. Þetta var vel uppalin börn, bærilega vel uppalin sennilega, með þá einföldu óknytti sem að tilheyra vaxandi börnum, bóafélögum og smá skúmelheitum eins og gengur. Ég held að allir hafi verið valsarar hér í hverfinu. Minnst minni mig að það hafi verið ástæðan fyrir að ég fór að halda með KR. Enda fékk ég aldrei að spila upp á Spennustöð því það voru allir valsarar þar. Og þá erum við einlega komnir hér út á enda Bergstaðastrætis og það sem ferð okkar hófst við Hegningarhúsið, þá blasir hér við fæðingardeild Landspítalans þar sem við erum nú staddir á endastöðinni. En þetta mun vera fæðingarheimili þitt hér syðsta húsið við Bergstaðastræti, eða þitt æskuheimili, Jón, sem þú ert raunar fluttur inn í aftur. Hvernig var hér umhorf sem það leyti sem þú varst að alast upp? Ég man nú ekki gerðla hvernig umhorfs var þá ég fæddist hér, en þetta var heldur eyðilegt holt þegar þetta hús var byggt 1928-9. Þetta þóttu óra vegalengdir, tjáði faðir með mér, að fara suður á Laufási jafnvel úr miðbænum. Ég tala nú ekki alla leið suður að Kennaraskóla sem stendur hér við Barónsstíginn. Enda mun ástæðan fyrir því að Kennaraskólinn var byggður svona sunnarlega hafa verið ekki síst sú að hæfilegt þótti að hafa töluverða fjarlægð í sollin svo ekki spilltust skólapiltar af þeim völdum. Hérna var yfirleitt grjót, það er óskapleg býsn af grjóti sem að börn og gamalmenni og allt þar í milli hafa borið úr þessum görðum. En nú þeir farnir að grænka og gróa og trén farin að ná svona virðulegri hæð. En þó minnist ég ekki þess að þau hafi verið nokkuð minni þá heldur en þau eru núna. Það er nú kannski vegna þess að það hefur verið fleira vaxið örlítið heldur en trén. Og það er eins og með þessa hluti í bernsku minningu. Maður minnist ekki annars en sólar hér öll sumur og þessi hverfi á sunnudagsmorgni, það væri helst að væri bæði sól og sunnudagur og upp á efri hæðina í þessum húsum sem gjarnan er svefndeildin barst upp angan steikurinnar, sunnudagssteikurinnar samtími sem hljómaði í sunnudagsmessunni þegar við komum niður til hádegisverðar. Það er sól og sumar, kálfasteik eða kindasteik, var það ekki kindasteik einhverjum sérlagi sem við höfðum hér á borðum. Og ég tala nú ekki þegar maður fór örlítið að vaxa úr grasi og unglingarnir gengu niður á Gamla bíó og byrjuðu að bíða í biðröð klukkan 11. Nú og var þetta sem sagt alltaf svona friðsælt eins og þú lýsir? Ja, þetta má. Það var varla að nokkuð tíma drægi ský fyrir sólu á þessum bernsku árum mínum, hvað ég man.
Við vorum þæg og góð börn og eftirlæti allra sem okkur kynntumst eins og góð börn eru gjarnan og tiltölulega sjaldan að nokkuð brá út af. Þó minnist ég þess einu sinni, það mun vera sú stund sem ég hef orðið óttaslegnastur á ævi minni, að ágætur vinur minn sem nú merkur kaupsýslumaður fyrir bæ átti bróðir sem átti loftbyssu. Það er nú kannski ekki rétt að segja frá þessu en það hlaust nú ekki stærri skaði af. En þá við fengum lánaða eða hvort hann hafi tekið hana gripið eins og kallað í leyfisleysi þessa loftbyssu, loftriffil. Þá æfðum við okkur út í bílskúr hjá honum með því að skjóta á eldspýtustokka og þá tókum við rafmagnsþræði og snerum þá í sundur og klipptum í smá bita og notum þetta fyrir skot. Svo einhvern tíma þá vorum við nú með byssuna utan bílskúrsins sem var náttúrulega sjálfsögðu bannað. Og þá vorum við hér upp í hverfi, vorum að hrella unglingana eins og guðsrættum og góðum og vel þengjandi börnum eðlilegt. Og börnunum stóð hér upp á Fjölnisvík mikil ótti af vopnum okkar og atferðlu öllu. Utan einn sem neitaði að hörfa og við sögðum ég hörfaðu eða ég skýt. Og hann hafði ekki aldur eða þroska til að skynja þá hættu sem yfir honum vofði og það sem verra var, altså þá hættu sem virðing okkar var í gagnvart öllum hópnum í hverfinu. Svo hann stóð hinn stoltasti og svo við verðum að hleypa af og hann rekur upp skaðræðis öskur og hleypur þráðbeint upp í heim til sín og ég minnist ég á eftir og náði honum upp í efstu tröppu, hann bjó upp á 3. hæð og reif í rafmagnsþráðinn sem stóð út úr kálfanum á honum en hef líklega ekki þorað að rífa nógu fast þess að hann var fastur og ég náði honum ekki. Svo ég hljóp heim og hef sjaldan orðið hræddari á ævi minni. Nú bjargaðist þetta allt saman að vísu, gagnvart hans móðir og honum sjálfum því þetta var hættulaust. Vísir! En þó hefur þetta litla atvik oft komið mér upp í huga þegar maður sér átök og ástand stórveldana í ýmsum löndum. Það sem þessi barnalegi ótti við að missa andlitið stjórnar þeirra gerðum. Ekki vegna þess að þeir langi til þess að skjóta, heldur vegna þess að þeir eru komnir fram á fremstu nöf og þeir get ekki verið þekktir fyrir að veifa með stórum byssum og allir horfa á og get ekki sýnt sig sem litlir kallar að þora svo ekki að skjóta ef einhver hefur oflítinn þroska eða oflítið stolt til þess að ögra þeim. Þú hefur lært þarna ýmislegt í heimspólitík. Nú flyst þú burt úr Bergstaðastræti Jón strax og þú hefur aldur til og síðan liggur leið þín víða. Þú hefur mikið dvalist í útlöndum og nú þú fyrir löngu búin að eignast þitt eigið heimili en þú ert komin aftur hingað í Bergstaðastræti. Það eins og góður